Hvernig myndir svona svuntu aðgerð fara fram? Nú, þú yrðir svæfð og aðgerðin tekur cirka 2 til 3 tíma. Við byrjum á að gera skurð og strekkjum á húðinni og fjarlægjum alla aukahúð og svo færum við naflann í eðlilega stöðu. Ok, nice. Þannig að verður ekkert svona flapp eftir? Ekkert flapp. Ok. Ok, ein spurning, líkaminn, hann sér samt svona vanalega að lækna sig sjálfur eða heila sig sjálfur, koma sér aftur í fyrra form. Já, það er bara allavega. Sumar konur eru mjög heppnar en aðrar verða aldrei samar. Ok, en ef við myndum vilja fara í skipulaðan keisara... Já. Fyrirgefðu. Já, þá má ég sem sagt fara í svuntuaðgerð eftir það ef það skildi verða flapp. Já, það er ekki því til fyrirstöðu. Ok, gott að vita. En af hverju erum við að pæla í keisara? Nei, bara hypothetically. Ég meina, allt rík og fræga fólki gera það. Meira þess að mánuði fyrir tíman bara til að líkaminn fókast ekki upp. Ok, sko, þú þarft ekki að fara í keisara nema að sé mjög góð læknisfræðilega ástæða fyrir því. Þú þarft heldur ekki að fara í einhverja svuntuaðgerð. Ok, af hverju þarf maður að sleppa því að gera eitthvað bara vegna sem maður þarf það ekki? Má maður ekki stundum bara að gera eitthvað því maður langar til þess? Þetta er motto lífs míns. Þú fyrirgefur, sko, ég get skilið að maður sé hræddur við fæðinguna og eftirkostin. Mjög vel. En venjulegt fólk fer bara ekkert í keisara að gamni sínu. Veist þú hverjir fara í keisara? Nei? Keisarar. Keisarar, já.